Já, það í raun og veru þannig að við erum núna að horfa á það hvað við getum gert á árinu 2020. Við vorum með metnaðarfull áform sem eru í fjárlögum og eru það verkefni sem eru þá bara í gangi og sum þeirra var hægt að setja meiri fjármagni og klára á þessu ári í samgöngum. Önnur voru kannski þess efnis að við værum að fara af stað þá með að klára hönnun og skipulag, en þau verið þá undirbúin undir útboð lok ársins. Það auðvitað líka vinna, það ekki bara gröfur og vörubílar, það auðvitað líka vinna á verkfræðistofum og í hönnun. Og svo vorum við ríkisstjórnin að horfa á svona svið í heild sinni, svona stafræna Ísland, rannsóknir, nýsköpun og alls konar hlutir viðhald á byggingum. Allt í þeim tilgangi að hvar eru verkefni þar sem að kalla á fólk, mannafla, sérstaklega fólk sem að missi vinnuna geti þá fengið vinnu við þessi nýju verkefni, líka að þau séu arðsöm og það eru samgönguverkefni sannarlega og að þau séu klár, og þá komum við að því sem kannski með samgönguverkefnin að við eigum kannski heilu hillumetrana af verkefnum. Samgönguáætlun er sú áætlun sem hefur svona lengsta sögu hjá ríkinu og það er mikið til og það er svolítið beðið bara eftir fjármagni hvenær þau eru forgangsraðað inn í framkvæmdirnar. En hvenær sér þú þá fyrir þér að verktakar að þeir fylli vélarnar af eldsneyti og hjólið farið að snúast? Já, að því núna gefnu að þetta klárast hér í dag með þessari sérstöku þingsályktun og hugsanlega í framhaldinu jafnvel samgönguáætlun. En þá er þingið búin að svona blessa það sem að þeir þurfa að gera. Við höfum þegar átt fundi hérna með Vegagerðinni og Vegagerðin klár. Nú síðan þetta baráttan við heilbrigðisvana, það er að segja samkomubannið sem kannski takmarkar meira heldur en ella hvað er hægt að gera í samfélaginu. En ég sé eitthvað fyrir mér að það verði verkefni sem að hreinlega annars vegar fá þó ekki fjármagn og klárist á árinu, eða þá verkefni sem að verða bara boðin út á næstu vikum, dögum og komist þá til framkvæmda í sumar og haust en voru kannski á næsta ári eða eftir 2 ár eða 5 ár. En þegar að þið eru svona að stilla þessu öllu saman upp, hvernig eru ákvarðanir teknar einstaka mál? Er það sem sagt vega áætlunin sem er í gildi eða eru þeir að taka svona á köflum pólitískar ákvarðanir og taka einstaka vegaspotta eða brýr fram fyrir samgönguáætlun? Ég myndi segja að við erum fyrst og fremst að horfa á hvaða verkefni eru einfaldlega hvað var hægt að fara í. Af því við vorum með metnaðarfull áform. Þannig hvaða verkefni var hægt að bæta í árinu 20 sem var raunverulega kölluð á fólk og raunverulega framkvæmdir í ár. Það eru margir að velta fyrir sér alls konar hlutum en það er yfirleitt svona einhver bjartsýn og það verður ekkert gert á þessu ári. Þannig að það var svona númer 1, 2 og 3. Augljóslega með pólitískum augum það er að segja við höfum viljað að setja til dæmis tengivega átak. Við höfum viljað að fara hraðar í einbreiðar brýr. Við höfum núna vegna þess að mjög margir hafa haft svona athugasemdir inn í flugstefnuna og samgönguáætlunina flug og flugvelli. Þá er svona komið áhersla að við þurfum að gera betur þar. Það er ekki lengur hægt að fresta því. Þannig að ef þau verkefni voru klár, sem þau voru, að þá voru þau kannski tekin frekar heldur en einhver önnur. En þegar maður horfir á þessi verkefni, svona það sem maður hefur séð, minnstakosti, hafnamálin taka ansi drjúgt til sín? Já, það eru nokkur verkefni sem eru orðið mjög aðkallandi í hafnamálunum, sem að lúta öryggi. Það er reyndar þá kaup á dráttarbátum og til þess að tryggja öryggi. Það vantaði ekki miklu fjárhæðir upp á það. En við höfum líka séð vaxandi þörf á þeim svæðum þar sem að er fiskeldi, það er að segja bæði fyrir austan og vestan, stækkunar þörf á þeim höfnum til þess að geta tekið þátt í að byggja upp þá atvinnugrein. Þorlákshöfn, Sauðárkrókur, þar sem einfaldlega meiri innflutningur, útflutningur er orðinn og krefst þess að fara í frekari framkvæmdir, þannig að það var mjög gott að geta tekið utan það. En síðan auðvitað líka þá svona öryggisþáttur eins og umferðaröryggi eins og að halda áfram og flýta aðskilnaði akstursstefna hér inn út úr höfuðborgarsvæðinu á þeim vegaköflum sem að það er búið að vera hin pólitíska áhersla okkar í samgöngumálum.
En hérna gátum við þá gert betur með því að ýta frekar undir það. En hvaða mál eru stærst þá ef við tökum samgöngumálin, vegamál? Já, sko, stærstu verkefnin eru kannski nú þegar í gangi og voru í gangi. Það sem við erum fyrst og fremst að bæta við einmitt þetta. Það verður farið í sérstakt tengivega átak sem myndi þá vonandi fylgja eftir í næstu 3 ára áætlun. Sem við erum að fara með verulega umfram meira fé í þá vegi. Við erum að fara að fækka einbreiðum brúm umtalsvert sem mun skipta miklu máli líka upp á umferðaröryggi, aðskilja akstursstefnur. Við erum að fara í þessi hafnamál sem við nefndum og síðan erum við að taka mjög myndarlega á í fluginu. Bæði varðar Akureyri flugvöll, flugstöð, undirbúningin á Egilsstöðum á að leggja slitlag á brautina en ekki síður nýja akbraut og síðan þetta viðhald á minni völlunum sem skiptir máli, sem hefur lengi beðið.